Góðan daginn, þá það kafli 5 sem er yfirlit yfir rannsóknarferlið og ég ætla bara að fara nákvæmlega í bara ferlið eins og það sett upp í handbókinni og svo ræðum við þetta í umræðutímanum. Rannsóknarferlið sem sagt sett upp í 17 skref og ég held að þetta verður kannski skiljanlegra þegar maður búin að lesa aðeins yfir skrefin og þetta yfirleitt alltaf sömu skrefin eða allavega mjög svipu skref í flestum rannsóknum. Á töflu 1 sem á blaðsíðu 62 þar yfirlitið ferli sem þessi tafla hérna og þar sagt hvað sameiginlegt með aðferðunum tveimur og hvað það sem ólíkt. En við ætlum bara að fjalla eiginlegu núna. Við geymum eiginlegu algjörlega þangað til eftir lotuna og við förum í það. Þannig við byrjum bara á fyrirpartinum. Þá sem sagt fyrsta skrefið þegar ég ætla að fara að gera rannsókn, það hugmynd að rannsóknar viðfangsefni. Ég get ekki byrjað fyrir ég komið með eitthvað hugmynd hvað ég ætla að gera. Og þetta hér. Þið eru í þessu hérna skrefi. Og það sem þið að spá í hérna í þessa skrefi, það sem sagt hver fókus rannsóknarinnar, hvað hópur þetta, hvað á að rannsaka hjá þessum hópi og hvert viðfangsefnið eða vandamálið. Og þegar þið farið svo að gera rannsóknar áætlunina eða þú veist ef þetta væri risastór rannsókn sem þið væri að gera þá þyrftu að gera rannsóknar áætlun og þá þarf rannsakandinn að samfæra lesandan mikilvægi. Þetta mikilvægt rannsóknarefni og hvers vegna? Ég á að geta séð það bara strax í fyrsta kafla hvort þetta sé eitthvað sem mig langar til þess að vita eitthvað meira Skref 2 það heimildaleitin. Allar rannsóknir verða að byggja á þekkingunni sem til fyrir efnið. Stundum lítið til af því það hefur ekki verið mikið rannsakað og það mjög gott að leita eftir heimildum til að sjá hvað til. Til dæmis bara fara inn í skemmuna og googla eitthvað verkefni og fara inn í skemmuna og gá hvað til, hvort að það sé eitthvað sem þið gætuð hugsað ykkur þar. Og í framhaldi af því hægt að gera rannsóknarspurningu. Þið þurfa ekki að vera með neinar heimildir í þessa ritgerð sem við ætlum að gera núna en það ég bara ráðleika ykkur að byrja á því að kíkja samt hvað til, hvað hefur fólk þið geta að lesa þær allar, þið bara skoða hvað það sem að fólk hefur verið að gera og þetta sem sagt eitthvað sem rannsakandinn tekur eftir til dæmis í námi eða starfi og finna út úr því eitthvað til að rannsaka það þá rannsóknar viðfangsefnið, hugmyndir frá öðrum og rýni heimildir, það það sem ég að biðja ykkur að gera aðeins, kíkja aðeins inn á netið og sjá hvað til. Útskýra þetta og fínpúsa svolítið. Þið þurfa að vita tilgang rannsóknarinnar og rannsóknarspurninguna. Þið getið ekki fundið hópinn fyrir þið viti hvað þið ætla að rannsaka. Ég búin að fá núna marga fyrirspurning hvort þið með tala við þennan eða hinn eða eitthvað, en þið ekki komin að rannsóknarspurningu. Þið verðið að hafa rannsókna, vita hvað rannsóknin á að vera áður en þið komið eitthvað fólk til að tala við. Þetta sem sagt markmið, spurningar eða tilgátur og eins og þið sjáuð þá örin alltaf í báðar áttir. Það af því að maður að fara fram og tilbaka út og suður allan tíman. Maður fer ekki bara hér og þessu skrefi, fer svo beint yfir og þetta, fer svo yfir og þetta. Heldur maður að fara svona fram og tilbaka með maður í þessari byrjun. Skref 3 að segja frá tilgangi rannsóknar og rannsóknarspurningu. Tilgangurinn yfirleitt bara ein setning sem segir hvað að gera. Síðan kemur rannsóknarspurningin og þá verið að setja tilgang rannsóknarinnar sett fram sem spurningu. Af hverju þetta svona? Eða þetta einhvern veginn sem mig langar að vita eitthvað hérna meirum. Og þið verðið að muna rannsóknarspurningin og þessum sett hérna rauða, þetta rauði þráðurinn í gegnum alla rannsóknina og rannsóknin á að svara þessu. Þið ekki að gera bara rannsókn bara af því bara. Þið eru að gera rannsóknar þegar ykkur langar til að fá svörin við ákveðnum þáttum. Skref 4, það sundurgreining eða forhugmyndir. Í eiginlegu rannsóknum þá þarf rannsóknin að fatta sínar eigin hugmyndir efnið. Vegna þess að þessar hugmyndir geta trufla rannsóknina. Ef það ef maður hefur bara sterkar hugmyndir eitthvað ákveðið efnið eða annað, þá getur það verið truflandi. Þannig að það þarf að leggja þessar eigin hugmyndir til hliðar svo það liti rannsóknin eins lítið og hægt því þið viljið ekki láta eitthvað svona trufla það sem þið eruð að gera því að sá sem þið er að tala við hann á að koma með sínar hugmyndir. Síðan það skilgreining megin hugtaka sem 5. skrefið
og þeir eru ekkert komið þangað. En þetta er yfirleitt hugtök sem eiga að koma fram í tilganginum og það er mjög mikilvægt að þetta sé skilgreint af því þá er maður vissum það maður sé allan tíman að nota það sama í gegnum alla ritgerðina. Sé ekki stundum að tala með þessum hugtökum og svo fer maður komið seinni í ritgerðina þá maður farin að orða þetta einhvern veginn allt öðruvísi. Þetta þarf að vera svona svolítið gegnum gangandi það sama. Hugmyndafræðin er 7. skrefið. Og það þarf að lesa vel og skilja hugmyndafræðina sem er á bakvið aðferðina sem er valin í rannsókninni. Og í kafla 17 þar er yfirlit yfir allar aðferðinar og þetta er til dæmis vettvangsrannsókn, tilfellarannsókn, menningalýsing, þátttökuathugun, orðræðugreining, fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð, grundukenning, lífssögu, aðferð, eiginleg, sagnfræðileg aðferð, starfendarannsóknir og klínískar rannsóknir. Það sem þið komið til með að gera er þessi orðræðugreining hérna að þið takið viðtöl sem þið ætlið síðan að greina hvað er það sem kemur fram í viðtölunum og það er svolítið þessi grundaða kenning. Það er þetta hérna tvennt og við förum nánar í þetta bara eftir sem að kaflarnir líða áfram. En þetta er hugmyndafræðin, maður þarf að vita hvað það er sem hvaða aðferð maður er að nota. Það verður að vera alveg á hreinu. Og þá er það valið á rannsóknaraðferðinni. Það er valið út frá tilganginum á rannsóknarspurningu og hjá ykkur er það bara einfalt að þið eru bara með þetta val. Þeir bara að taka hérna viðtöl og svo ætlaði að vinna það út frá orðræðugreiningun og allt það. En þetta er samt eitthvað sem ef þið væri að gera stóra rannsókn að þá þyrfti að vera með þetta á hreinu. 8. skrefið það er vala úrtaki og verndun þáttaka. Úrtakið er það þeir sem þið ætlaði að taka við. Þeir hérna fyrirgefið tala við. Og það þarf semst að velja úrtakið og gæði úrtaksins skipta miklu máli fyrir rannsóknina, hversu trúverðu hún er og notagildið. Og það er þessuna sem ég er alltaf að segja, að ég er búin að svara nefnilega nokkru núna sem vilja fá að tala við hjón. Hjón eru með mjög líklega með svipaðar skoðanir. Þannig ef ég er að gera rannsókn, þá er það ekki nóg sem 2 viðtöl. Ég má tala við 2 hjón og þá er það 4 viðtöl. En þið fáið ekki rosalega mikið út úr því að tala bara við 1 hjón. Það er bara þannig. Þannig það er bara alls ekki nóg til að skrifa eitthvað sem að þið ætla að draga ályktanir af. Þið get ekki dregið ályktanir af svona litlu. Það verður að vera einhverjir einstaklingar sem að eru, bara sem hafa fleiri skoðanir eða eitthvað. Ákvörðunin þegar þið eru að horfa á þetta úrtak, það tengist sem sagt hversu margir eiga að vera með og hvernig á að fá þá til að vera með og hvernig á siðferðilega að vernda þá. Og við förum inn í siðferðikaflan líka og hjá ykkur er þetta þegar ég að taka sem sagt 2 djúpviðtöl og þá er það ekki sem sagt að tala við hjón. Heldur er það þá að tala við, ef við ætla að tala við hjón, að þá er það að taka viðtal við önnur hjón líka. Eða allavega einn annan aðila. Ok. 9. skref að velja gagnasöfnunar aðferð. Og hér er líka ákveðið hvernig á að taka á siðferðilegum álitamálum sem gætu komið upp. Það er mjög ólíklegt að það komi upp hjá ykkur þar sem þetta er svo lítið, en maður veit það samt ekki. Og það er yfirleitt hægt að velja nokkrar aðferðis hvernig maður ætla að gera þetta. Suma passa sjálfsögðu betur en aðrar. Og á blaðsíðu 67, þar er tafla 4 og þar er samanburður á helstu aðferðum sem eru viðtöl, lífeðlisfræðilega mælingar, athugun, spurningalistar og notkun skýrsla og annarra gagna sem til eru. Og þið ætlaði að nota þetta fyrsta sem er viðtöl. En ef þetta væri stór rannsókn, þá myndu þið kannski vera með fleiri en eina aðferð til að safna gögnunum. En þið ætlaði að nota þessa hérna. Þið ætlaði að nota viðtöl og safna gögnunum ykkar þannig. 10. Pælingar, eða sem sagt, þetta heitir ígrundanir réttmæti og áreiðanleika og þetta er í raun og veru bara pælingar réttmæti og áreiðanleika. Og ég ætla að fara sérstaklega í þessi hugtök réttmæti og áreiðanleika því þau skipta rosalega miklu máli. Og það sem er verið að tryggja með því að vera að spá í þessu hérna, það er verið að tryggja gæði rannsóknarina fyrirfram. Og þetta er sérst í kafla 15 en ég er búin að setja upp smá fyrirlestara þessi orð og hvað þau þýða. Því þau skipta öllu máli. 11. skref er það bara gagnasöfnunin sjálf þegar þið farið út og takið viðtölin. 12. skref er þá gagnagreiningin, þá komið að úrvinnslunni og greiningunni og gögnin eru notuð til að svara rannsóknarspurningunni.
eða til að styðja eða hafna ef þið hafi verið með tilgátur að þá gætu það stutt eða hafnað þessari tilgátu. Og það fer allt eftir eðli rannsóknarina hvernig gögnin eru greind en við ætlum að nota þessa orðræðu greiningu til þess að gera þetta. Því yfirleitt alltaf er þetta einhvers konar túlkun eða þemagreining og það er það sem þið eru að fara að gera. Þið ætla að túlka viðtölu sem þið fái, hvort að það er einhver rauður þráður í gegnum þau sem þið getur notað í sambandi við ykkar rannsóknarspurningu. 13. skrefið þá eru niðurstöðurnar settar fram og þær eru settar í samræmi náttúrulega við rannsóknaraðferðina og þetta er yfirleitt einhverja textalýsingar. Þetta er eitthvað sem er sett niður á blað. Síðan er það umfjöllun niðurstöðuna. Og þá er komið að því að túlka og skilja. Hvað þýðir þetta sem við erum búin að koma að stað? Ég meina, við erum búin að tala hérna við einhverjar manneskjur og hérna, þau eru búin að segja fullt af hlutum, en hvað þýðir þetta? Og rannsakandi þarf að tengja við það sem þegar er vitað efnið. Ef það er ekkert til, þá er það náttúrulega mjög fljótlegt, en ef það er til eitthvað efni, þá þarf hann að segja samkvæmt öðrum heimildum að þá er ég að fá allt aðra niðurstöður eða niðurstöðu mínir styrkja það sem að þegar hefur komið fram í öðrum heimildum og þá myndu við vera vitna í heimildina sem þið hafa verið að lesa. Og hér er líka fjallað takmarkanir á rannsókninni eða sérst alhæfingagildi eða yfirfærslugildi og síðast en ekki síst notagildi fyrir viðkomandi fræðasvið. Þannig að hér myndið þið vera að tala eins og í ykkar tilfellu myndið þið tala að það væri kannski ekki hægt að alhæfa mjög mikið þar sem þið eru bara að tala við 2 til 3 aðila þannig að maður getur ekki alhæft mjög mikið út frá þeim. Almennt, þegar fólk er að gera stóra ritgerði, þá er þessi þáttur mjög tímafrekur og krefst þess að leigja sig yfir gögnunum en þá er líka verið að tala við fleiri heldur en þið munu gera. Þannig að þetta er ekki tímafrekasti þáttur hjá ykkur en það þarf samt að gera hann mjög vel. 15. skref að draga ályktanir út frá niðurstöðunum og rannsakandi verður að fjalla það hvaða ályktun megi draga á niðurstöðunum. Og stundum er þetta skref bara sett inn í umræðunar. Þetta er bara hluti af umræðunni niðurstöðunar. Og ef þið værið að skrifa, væri búin að gera risastóra rannsókn og þið myndu vilja senda hana í tímarit sem að væri ritrýn að þá krefjast þau að þetta sé mjög vel unnið, þessi kafli. Að hann þarf að vera alveg bara kýrskýr. 16. skrefið er sérst þá birta niðurstöðunar. Hver er æskilegur markhópur og hvernig næ ég til hans? Ætla ég að gera það með tímaritsgreinum, ráðstefnum eða ætla ég að fara á málstofur, búið til veggspjöld eða skrifa fræðslugreinar. Þetta er partur af rannsókninni þegar að komin á framfæri. Og síðan 17. skref að hagnýta niðurstöðunar og það er ekki alltaf gjörð krafa þetta skref og við munum náttúrulega alls ekki taka þetta skref. En þetta eru þessi 17 skref og ég vona því séu einhverju nær núna hvað svona helstu skrefin í þessu. Takk fyrir.